Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum að fara í ferð sem að við svona okkur grunar hvert muni liggja. Það muni leiða okkur inn á lendur lifandi Guðs og ekki líka okkur það nú illa. Það er að segja, við sem kristnar manneskjur fellur það bara ágætlega í geð. En það er ekki allt kristi fólk og þeir sem þar eru ekki, hafa ekki mikið náhuga fyrir því sem hér er verið að segja. En þó veit maður aldrei því að oft byrjar þetta nú bara með forvitni. Og það er nú merkilegt með það allt saman að maður, hann á engan þátt í neinum áhuga sem gæti mögulega og hugsanlega kveiknað í hjarta annarar mannesku, því þetta er allt saman verk Guðs. Eina sem maður gerir, ég og þú og við öll hin, er að við hlýðum vilja Guðs. Og svo kemur inn í það reynslan af trúnni og hún segir, það er víst gagn að því sem verið er að gera. Kannski sjáum við ekkert gagn af því sem að gert er í Jesú nafni, en það er auka atriði. Trúin nefnilega byggir það upp í okkur sem segir, jú, víst er gagn. Þannig að við gerum bara það sem að Drottinn vill að við gerum þegar hann vill að við vinnum verkið. Það heitir líka að hlýða. Og þegar þú skilur tilgangi betur, þá svona vefsta sjaldnar fyrir þér hvers vegna ég þarf að hlýða. Það er tilgangur með öllu. Takt eftir öðru að það sem við erum að njóta góðs af í dag, í kringu kirkju, í kringu kristileg starf og allt saman það, hvenær byrjaði það? Byrjaði það ekki fyrir 2000 árum? Byrjaði það ekki þegar Kristur reis upp frá dauðum? Þegar Kristur stofnaði kirkjuna í loftstofunni og við lesum í Postulasögunni stórmerkilegan kafla þar? Byrjaði þetta ekki þar? Jú, það byrjaði þar. Við sem erum uppi í dag og höfum verið uppi þarna á milli sem eru stór hópur af mönnum og konum, við erum bara fánaberar þess sem gerðist við upprisuna og við stofnun kirkjuna á hvítasunnudag. Við erum ekkert annað. Og við erum að bera út sömu skilaboð og þessar frumherjar kirkjunar gerðu og ekkert annað. Þeir hlýddu, þú hlýddir, ég hlýði. Þannig gengur þetta fyrir sig. Þáttur okkar er í raun og veru ekki meira en þetta. Er það þakkarvert? Já, ég veit það, ég pæli bara ekkert í því. En hlýðni er eitthvað sem við þurfum að eiga. Þakkir, ekki þakkir. Það er talað um það að við munum fá laun á himnum. Og við líka fáum laun hér. Við finnum til þakklætis og stundum smá stolts yfir að vera þetta hlýðina fólk. Það getur verið átök að hlýða. Það er ekki alltaf fyrsta hugsun okkar að hlýða því sem Guð er að gera og segja og tala. En stundum hlýðum við. Er það þakkarvert? Ég veit það ekki. Af hverju? Hvílir ekki á mér skyldu kvöð? Og Guð hjálpi mér ef ég hlýði ekki því sem Guð er að setja á mitt hjarta. Ég þakka honum fyrir það. Hann getur notað mig. Og ég þakka Guði fyrir það að hann hefur gefið mér þessa hlýðni við það sem hann er að gera og segja. Og þú getur líka alveg átt þessa hlýðni. En þú þarft að tilenga þér hana, alveg eins og ég og allir hinir.
En mundu að þetta byrjaði allt fyrir margt löngu. Þetta byrjaði í raun og veru áður en að Kristur rísu frá dauðum, því hann áður en að allt það gerir, þá er hann að kenna, þá er hann að tala, þá er hann að birta sig og við erum að sjá af ritningunum hvernig þetta var þegar hann var. Hann reist upp dauða menn, hann læknaði fjöldamann, blindir fengu sín og svo framvegis og framvegis. Þetta gerist áður en að mögulegt var fyrir mig og okkur hinn að gera þetta sama. Hann þurfti að deyja með þeim hætti sem hann dó. Og svo reis hann upp og allt hitt gerðist og fór á stað ferli sem enn er í gangi, með ekkert veikleikamerki á sér neinstaðar. Ekkert veikleikamerki. Við berjum okkur á brjóst, í hróka okkur á þvælu og segjum, ég veit ekki hvert kirkjan er lengur að fara. Hvers slags bull er þetta? Veit ekki hvert kirkjan er að fara. Þvílík þvæla. Kristur er á himnum, hann lifir, hann sér þetta allt. Frá degi til dags, eins og hann hefur alltaf gert. Og hann er með hlýðið fólk til starfa og hefur alltaf verið. Það hefur aldrei brugðist, hann hefur alltaf haft fullt af fólki sem hlýðir sér. Og hvað vantar? Það vantar ekki neitt. Eina sem vantar ef eitthvað vantar, ég þarf að láta trúna vaksa í mér. Það er það sem vantar kannski. Hvernig ger ég það? Ég held við vitum alveg hvernig við gerum það. Við höldum okkur við orðið. Við höldum okkur við samfélagið. Við höldum okkur við kristna vini. Og leyfum öllu þessu fólki að byggja okkur upp með okkur. Við byggjum upp summa bara á nærveru okkar og tala okkar og hegðun okkar. Leyfum þessu bara að vinna sitt verk í okkur og fyrir okkur. Og hvað? Jú, allt okkar er í friði. Já, allt okkar er í friði. Er það ekki mikilvægt? Er það ekki merkilegt? Í þessum rótlausa heimi sem gerir bara það sem honum vill og honum sýnist og því hver mistökin eftir öðru, sér ekki það sem við sjáum, hefur önnur viðmið fyrir sitt líf, en við erum með viðmið og fjallið og bjargið sem að hreyfist ekki. Er það ekki þakkarefni fyrir mig að vita þetta? Ég þarf ekki þakklæti. Ég hef vilja Guðs. Ég hef velvild Guðs fyrir mitt líf og ég þarf ekkert meira. Það gildir sama fyrir þig. Ekki veit ég samt hvort að þú sért að sjá að þetta sé með þessum hætti, en svona er þetta. Og þess vegna erum við að hlusta. Þess vegna erum við að hlusta á kennslu. Þess vegna erum við að hlusta á orð Guðs og allt þetta. Að við þurfum að heyra þetta, við þurfum að meðtaka þetta, við þurfum að vera þetta fólk sem skilur út á hvað þetta gengur. Nei, vinir, ef trúin vex ekki hjá þér, sem ég er ekki að segja gerist ekki, en stundum svona bara því sem er í kringum hann, menn sem eru búin að þekkja Jesú í áratugi, það er engin vöxtur að sjá. Og hvað ályktanir á dregum aðrar en þær sem maður sér í kringum sig. Við þurfum að breytast. Og Drottinn er aðilinn sem breytir okkur. Ég breyti þér ekki. Ég raun og veru get ég ekkert gert. En ég get hlýtt Guði. Ég segi og tala það sem Guð er að segja mér að segja og tala. Það hefur áhrif. Það veldur umbreytingu í hjartanu. Og allt í einu ertu komið nýja hugsun eitthvað. Þú þakkar Guði fyrir það.
því hann á heiðurinn af því ef eitthvað slíkt að ræða. Ég reikna með því, en ég get auðvitað ekki svara fyrir aðra þegar ég ekki aðrir, að menn yfir höfuð muni þegar að eitthvað úr orði Guðs hreyfði við hjarta þeirra. Þegar ég að fara inn í þetta dæmi á þess að ég hafði hugmynd það að ég væri á þessari leið, þannig byrjar þetta hjá okkur, við erum heimsins fólk og svo allt í einu gerist eitthvað í hjartanu og vegna þess að Guð með vakandi auga yfir öllu og það engin spurning það, hann bara ætlar sér að fá suma menn og konur inn til sín og svo þegar hann sér að kauði orðin svona nokkuð tilbúin í þetta, við gerum okkur enga grein fyrir neina af þessu en við getum aftur á móti hugsað aftur í tíman þegar við vitum það sem gerðist. Ég veit hvað ég á í dag, ég veit að ég á Drottin í hjarta mín í dag en á þessum tíma sem í kringum 85 geti ég trúað þá var þessi hugsun ekki til. Kirkja, jú, það eitthvað með krossið að næst, vissi ég. Meira vissi ég ekki kirkjuna. Ég var ekki kirkjusækin maður fyrir 5 ára og aldrei. Ég femdist jú og tók og gerði það athafnir sem að presturinn gerði með okkur eins og við áttum að gera. Kirkja, já, hún var eiginlega bara fyrir. Mér hlakkaði miklu meira til þess að hlaupa heim og þykja allar fermingagjafirnar. Það var veisla heima þegar ég femdist. Og kannski varst þú í þeirri veislu, ég veit það ekki. Það voru margir í þeirri veislu. Og strákurum fekk hrúgu af gjöfum, alls konar gjöfum. Og til síðs var að gefa úr þá og ég fekk mitt úr. Sem ég átti mörg ár á eftir. En ekki lengur náttúrulega, ég fyrir löngu hættur að nota úr. Guðsvitundin var ekki til staðar. En hún kom seinna. Og eftir að hyggja þá sé ég það að Drottinn var alltaf með augastað á þessum einstaklingi. Og hann hefur sýnt mér meira frá þessum tíma, hann hefur sýnt mér svona ákveðna vitrun sem ég fekk. Ég hef nú sagt frá svo sem áður en þannig var, þá bjó ég á Hellsgötu, þú veist náttúrulega alveg hvar hún í Hafnarfirði, hún í Hafnarfirði, ég þurfti reyndar ekki að segja það, þú veist allt þetta. Og á húsið var svona byggt á kletti, já, má segja það. Og kletturinn gekk í 8 Hellsgötu, nokkra metra langur já, það má ég segja að þetta hafi verið klettur, en þetta var bara lóðin okkar. Kannski tekja 1,5 metra að hæð geti ég trúa það sem að var hæstur, það var nú ekki meira. Og ég stóð þarna á enda þessa kletts og þá blasti við Hrumbrekkan sem þá hét. Þá blasti við Hellisgata og eiginlega 4 götur, 5 götur sem blöstu við þaðan. Það var Hellisgata til hægri, Vesturbraut til vinstri, Norðurbraut til hægri aðeins neðar, gekk þvert á Hellisgötuna og beint af augum var Hraunbrekka og til vinstri þar aðeins neðar var Garðavegur. Þið sem þekkið þetta, þið munið eftir þessum götum. Þar eru nú allar þarna ennþá. Þar voru ekki malbikaðar þá eins og í dag en þær eru þarna ennþá. Og ég stend á hólnum mínum eins og maður gerði oft, maður var þarna ólstatn upp og var þarna mikið. Þá sé ég allt í einu bjarma, svona ekki, kom ekki bjarmi nema ég sá hann. Og ég vissi að þessi bjarmi kom frá, þarna það var kristið fólk sem rak sunnudagaskóla eða barnaheimili sem allavega var held í opið á sunnudögum. Og þar voru nokkri vinir mínir að
ég fór aldrei þangað sjálf, ég man vel eftir þessu fólki. Það kom allt í einu bjarmi af þessu stað og ég vissi að þetta stafaði af þessu húsi sem þarna var. Ég man þetta en þann dag í dag, ég hef verið svona 10 ára gamall. Svona gerir Drottinn. Hann byrjar að undirbúa sitt fólk. Ég tel þetta hafi verið undirbúningur. En þú gleymir þessu aldrei. Vist? Að þetta er merkilegt fyrir okkur þegar Drottinn er að viti okkar. Horfði ég til Guðs þá? Aldeilis ekki. En þetta fylgdi mér allar götur síðan og ég er núna að verða 70 er að tala um þetta. Það er 60 ár þarna á milli. Þetta er eins og þetta hafi gerst í gær. Fyrir mér. Margt þetta upplifði maður á þessum tíma. En flest af því sem maður upplifði er horfið í gleymskunnar haf. Sumt rifjast upp, en flest 90% eða 95% er horfið og kemur aldrei tilbaka. En svo kom þessi litli punta sem ég segi í dag að var vitjun Guðs til þessa einstaklings. Já, hann nefnilega birtist einstaklingi með einum öðrum hætti. Að þeir er persónulegu Guð. Hann er Guðinn minn. Og hvað heitir Guðinn minn? Hann heitir einu nafni, hann heitir Jesús, en þinn. Landsbankinn, Seðlabankinn, hvað heitir hann? Ég skipti mér ekki að því, þú mátt hafa hvaða nafn á honum sem þú vilt. En minn Guð heitir Jesús. Hann hefur reynst mér vel. Og hann hefur, eins og sjá má, fyllt manni alveg frá því að maður kom í heiminn í raun og veru. Hvort að þetta er nákvæmlega fyrsta atriði sem að ég verð svona vísað, man ég ekki. En þarna er ég, 10 ára eitthvað svoleiðis, kannski 9 ára. Nei, sennilega ekki orðin 10 ára. Eins og við vorum að tala um áðan þá er þessi gæi 70 að verða. 60 ára á milli. Alveg svo hafi gerst í gær. Þannig að þú gleymir því ekki þegar Guð er að vitja þig. En svona vitneskju færðu ekki fyrir heldur en að þú ert komin til trúar. Af hverju? Því að þá getur þú farið að miða við það sem að þú kannski fylgdi þér alltaf, en þú áttaðir þig aldrei á að væri Guð að tala við þig. Ég var í vandræðum með áfengi og ég oft talaði um það. Og áfengisfíknin hún fór bara svona. Ég veit þú trúir þessu ekki. En svona gerðist það. Ég fann fegileikan. Ég man svo vel eftir fegileikanum sem kom að því ég vissi. Ekkert dropi áfengis kæmi inn fyrir varir þessa manns. Og þetta var 1979 minn kæri. Þannig nú sér það þessi maður er búin að vera án áfengis mjög lengi. Og aldrei í eitt skipti hefur þetta komið tilbaka nein löngu. Aldrei. Ég man eftir einu skipti. Þá var ég að aka og það laust niður í huga minn að fara út í þetta aftur. En það var sekúndbrot. Nei, sagði ég, aldrei aftur. Þannig að þú ræður alveg rosalega miklu hvað verður. Menn er að afsaka sig í dag með því að þetta sé sjúkdómur og ég veit að núna verða margir alveg svakalega skrýtnir í fram því að þeir trúa þessu sjálfur að þetta sé þannig. Þetta er kjaftæði. Þetta er fíkn sem þú ræður öllu hvort þú farir undir eða ekki. Og þú ert að tala, maður er hér að tala sem þekkir þetta alveg eins vel og þú. Sem hefur verið á þessum stað.
Ef þú heldur að þessi maður hafi lifað friðsælu lífi, hann hefur lifað auðvitað friðsælu lífi, en ekki sloppið við neina glímu. Ég veit alveg hvað fær menn aftur að flöskunni. Það er þessi átök innra með þeim. Allir sem ná árangri í áfengismeðferð vita af þessu og vinna út frá þessu og þeir snert ekki áfengi. Og þeir sem eru virkilega ákveðnir í að vera ekki þar, þeir gera það sem þarf. Sumir fara daglega á fund, AA-fund. Ég hef reyndar aldrei farið á A-fund og mér finnst þeir hrikalega leiðilegir. Fyrirgefiði, finnst þeir ekki skemmtilegir. Það er svo mikið hroki í mér að ég segi, ég þarf ekkert á þeim að halda. Og ristaði svolítið hausinn að menninni mínir að, já, ég held að bara engin húa tolli á höfði þeirra sem heyra. En þetta er minn veruleiki. Og ég ætla ekki að afsaka þetta, því ég þarf það ekki. En ég segi, gerðu það sem þarf og allt þitt er í friði. Og ég geri það sem þarf og þetta líf er til hliðar. Það kemur aldrei aftur. Er þetta ekki stórt upp í sitt teki? Nei! Því þetta er raunveruleiki. Af hverju? Ég veit hvar ég stend. Þetta er ekki hlutskipti mitt lengur. Og það er ekkert annað hlutskipti fyrir mig en að ganga áfram með Jesú. Sama hvað gerist, gengi áfram með Jesús. Og það er margt gerst. Menn hafa ekki verið hlaupandi upp axlirnar og hálsinn á mér og sagt við mig hvað ég standi mig vel í Jesú. Flestum er nákvæmlega sama hvernig ég stend mig í Jesú. Mér er ekki sama. Og það skilur á milli. Þess vegna held ég áfram. Áfram, áfram. Með þér eða án þín, en áfram fer ég. Heitir þetta ekki annars að standa með sjálfum sér? Við tölum mikið um að standa með sjálfum sér, sjálfum okkur. Og það er gott að standa með sjálfum sér. Það er að segja, gott þegar við erum að gera það sem er rétt. Þá er gott að standa með sjálfum sér. Og það er nú eitt af því sem að við reynum, og við vorum að tala áðan um áfengi, sem við viljum gera til þess að vera edrú, það er að standa með sjálfum sér að því sem er rétt. En þú mátt alveg líta á þessi sjúkling, ég veit það ekki. Ég geri það ekki. Að ég veit að ég læknaður þá ef þetta er sjúkdómur. Já, merkilegt. Það er að læknast af sjúkdómum. En það virðist ekki vera hægt að læknast af áfengissýki. Mér finnst það svolítið skrítið. Ég er bara ég er ekki þú. Ég er ekki að taka af frá þér að þína hugsun bara alltaf ekki. Ég segi bara, minn kæri vinur, vertu bara edrú. Og gera það sem þarf til að vera edrú. En átök myndu þurfa að gangi í gegnum. Átök sem að svo oft hafa leitt aftur á sömu braut. Veikleiki auðvitað. Maður er veikleika vafinn. Það get ég alveg tekið undir fyrir mína parta. Og veikleiki minn er kannski og líklega annar heldur en þinn. Þar sem ég stend svona svolítið veikur á svellinu, þar er þú alveg gallharður. Af hverju? Við erum ekki sömu manneskjurnar. Þetta er nú ekki flóknar heldur en það. Samt eru menn að reyna að setja menn undir sama hatt. Hvernig er það hægt? Það veit að enginn og ekki heldur þeir sem að halda því fram.
og vilja að þetta sé svona. Akkur vilja þetta? Allir það sé ekki svona í grunninn af eigingirni. Þú vilt bara hafa alla eins og þig. Þá aldrei neitt vesen. En lífið til að leysa vesen. Og þar kemur trúin til skjalana mjög öflug. Það leysir vesen. Það segir við, Konráð, það eru ekkert allir eins og þú. Og þú segir þetta með mig, það eru ekkert allir eins og ég. Og þess vegna erum við að málamela. Það ekki rétt. Að það ekki allir eins og ég. Allir þessir árekstrar sem verða eru flestir vegna þess að við sættum okkur ekki við að fólk sé eins og það er. Og hver veit ekki þetta? Og vegna þess að svona er þetta, þá er þessi litli ég alltaf að skjóta upp hausnum. Getur hann ekki farið að fara þessi? Hann gerir ekkert nema að særa mig. Það eru svona pælingar minn kæri sem ég veit að þú þekkir ekki. En ég glími stundu við. Og þarna komum við líka að einstaklingi. Það sem þú ert að glíma við þarna í þínu veikleika er ég alveg bullandi öflugur í. Það réttlætir mig ekki að þessu leyti því að mínu veikleikar eru mínu veikleikar en kannski ekkit endilega þínir, en það geta alveg verið það. Hver ætlar að glíma við mína veikleika? Þú auðvitað fyrir mig, þú ert svo góð við mig. Þó þú vildir það, þá gætur það ekki. Þetta bara einhvað sem ég verði að gjöra svo vel að eiga við. Að vegna þess að annað ekki hægt. Vilji ég fá bót meina minna, þá fer ég í verki sem þarf til þess að verði. Og hvað gerum við þegar okkur líður ekki vel í fallega líkamannum okkar? Við förum til læknis eða við liggjum þetta af okkur. Það er bæði til. Og læknirinn gefur okkur til að mynda ykkur lyf sem flýtir ferlinu. Þú gast ekki farið fyrir mig. Þú kannski gast sótt lyfin fyrir mig, jú. En þú gast ekki farið fyrir mig. Þegar læknirinn var að koma með hlustunarpípuna sína, fallegu, og stinga henni á mig til að heyra einhvað sem að pípan gefur honum og hann les úr. Af því að þessi einstaklingur kendi sér meins. Utan hvað erum við að draga hring núna? Það liggur fyrir sjálf okkur. Við erum stundum á þeim stað að við erum að svona, eða nú verðum alltaf verið alveg sérfræðingar í því reyndar, að varpa af okkur einhverju þegar við getum ekki að varpa af okkur. Við reynum það, af hverju? Af því við viljum ekki takast á við það. Við ætlum að bíða af okkur þetta og það gengur yfir. En lækningin er ekki þar með komin. Meira þarf að gera til að hún komi. En hún er vinnandi vegur sem ég þarf sjálfur að eiga við. En núna á ég trú og með hjálp Drottins þá vinst sigur. Hann er mér allt í öllu. Og þetta hefur mín trú kennt mér. Mín trú kendi mér þetta. Og ég er að segja mína reynslu af þessu. Þú getur farið sömu leið með þinni trú. Mundu það? Þinni trú. Já, mín trú nú ekki mikil. Þú ert að segja það. En ég segi, hún er jafn minni trú. Hún er jafn annari trú. Það er bara ein trú. Biblían segir það. Ein Guð, ein trú, ein skírn. Eitt Guð. Minn Guð heitir Jesús. Þinn Guð heitir væntanlega líka Jesús. Hann er öflugur í mínu lífi,
í mínu lífi. Að því ég hef leyft honum að vera öflugan í mínu lífi. Hvað með þig? Þú átt ekki minni trú heldur en ég. Þú þjónar sama Jesú og ég. Það sem hann getur gert fyrir mig, getur hann líka gert fyrir þig og vill umfram allt gera. En þú voru að leyfa hana það. Hann gerast þessi kaup á eyrinni og ekki döðri sig. Þannig að þú ætlar ekki lengur, eða hvorki ég þú, að bara staldar við þarna, barmandi sjálfu mér þarna. Nei, ég ætla að hætta því, ég ætla að ljúka því ferli og ég ætla að segja, Drottinn hjálpaði mér. Það er betra. Er þetta að brjóta odd af stolti sínu og það er þá allt í lagi ef það er gert. En þetta er rétt verk að fara þessa leið. Stolt eða ekki stolt. Mér er alveg sama allt það. En ég segi, leitaðu ráða hjá Drottni. Og þeir mun farnast vel. Þetta er það sem við gerum sem að þekkjum Krist. Þetta er réttur okkar þessi réttur kom þegar hann endurfætti okkur. Flókið. Þetta er ekki flókið. En sumum gengur mjög vel illa að skilja þetta. Sumum reyndar gengur það vel. Akkur gengur sumum það vel en sumum ekki. Vegna þess, það er misjöfn vinna sem við erum að leggja í okkar trú. Trú er vinna. Kristus segir það sjálfur að trú á sig sé verk. Og hvað er verk annað en vinna? Það er annað orð yfir vinnu. Verk. Og Kristus segir það er verk að trú á mig. Og þetta er ekki flókin vísindi fyrir mér. Því ég veit að svona er þetta. Stundum gengur mér ekki eins vel og ég vildi sjálfur að trúa á þennan einstakling sem heitir Jesús. Hvað er þetta að segja mér? Það þarf að hafa fyrir öllu. Þú eru líka að hafa fyrir því sem er gott fyrir þig og þitt líf. Þú ert að hafa fyrir því. Ertu til í það? Þú segir það, já. Það er gott að segja það. En verkin þurfa að vera með, þannig að þau fari að byggja þau upp í Jesú nafni. Verkin byggja þau upp í Jesú nafni. Starfið, athafnirnar, þær gera þetta. En hvað ertu stattur þar? Ég veit það ekki, og mér er í raun alveg sama. En gerðu þetta þín vegna og vegna þíns trúarlífs. Og þá fer það að eflast og vaksa, því að það á að eflast og vaksa. Það á að vera það sem Kristur segir að vera. Og hvað segir það að vera? Öflugt. Þannig að þú sérð að orðið lítil trú, mikil trú, hún er ekki til. Ein trú, einn Guð, ein skírn. Hér er ekki verið að flækja neitt. Þetta liggur fyrir og þú veist að þetta stendur þarna. Og þetta er ekki verið að tala um þennan mann eða hinn. Það er verið að tala um okkur öll sem að eigum til Jesú í okkar hjarta. Og hvað segir ekki Kristur? Já, marga í þessari borg. Já, ég staddur í Reykjavík. Og hann segir mér, Konráð, það eru margir í Reykjavík sem trúa á Jesú. Það er auðvitað gleðið efni. Og það er ekki minn höfuðverkur þó einhverjir sé að slugsast með sína trú. Ég segi, mér varð ekki um það, en sjálfur ætla ég ekki að leyfa mér neitt slíkt. Akkur ekki. Til að berja mér á brjóst og svo þú getur sagt mikill og merkilegu trúaður maður þessi. Ég veit að þú gerir það ekki og mér er saman það. En þetta er vegna þess að ég elska Jesú.
Elskarðu Jesú? Þetta vona ég að svari sé já fyrir þína hönd, en hvað var það mig það í raun og veru hvar þú stendur í Jesú? Mér var það ekki það, fyrir utan svo það ræf ég engu þína trú. Hún fyrir þig, þú þarft að byggjast upp af þinni trú, alveg eins og ég að gera hér, ég að byggjast upp af minni trú. Og þegar Drottinn svo góður, þá gefur hann þér hlutdeild með mér í uppbyggingunni minni. Af hverju? Hann að hvetja mann og annan með því sem hann að segja. Flókið? Það finnst mér nú ekki. En hver hlustar? Ég veit alveg hverjir hlusta. Þeir sem eiga trú, eiga hjarta sem elskar Jesús hlusta. Hinir hlusta ekki. Af því áhugastuðið þeirra ekki þarna. Og þarna skilur á milli. Ástundun trúarinnar vegna þess að þú hefur áhuga á trúni. Sumir hafa engan áhuga á trú. Þeir ekki þarna. Og þarna var ég, einu sinni, hafði engan áhuga fyrir trú, við vorum að vitna þess það. En svo eftir á að hyggja, þegar maður var komin til trúar, þá fórum maður að sjá ýmsa staði, já, í sinni æsku og lengur, sem að sagði, þarna mætti mér nú bara Drottinn sjálfur. Þú manst þegar Drottinn kemur. Af hverju? Þetta verður einhvern veginn svo stórt fyrir þér. Ég man alltaf eftir því þegar ég var að bítla áður, það var nú reyndar áður en ég var bítla áður, ég var svona, fyrst að ég heyrði þá. Og ég hef oft heyrt, eða sko, ég hef oft talað þetta og við vorum, ég oft líka sagt hvar við vorum, gutlarnir, við vorum hérna fyrir neðan Sundhöllin í Hafnarfirði, svo ég segi það nú einu sinni enn. Og hann sagði við með þessi vinn minn, við erum ennþá vinnir, hann hafi heyrt í Kananum, já, merkilega hljómsveitmaður, svakalega flott maður. Það var með svona lítið ferðatæki sem að menn stundu voru með, það var nú, já, það var svona nýlunda þá. Það var í leður tösku, lítið út af sem hann hélt bara á í hendinni. Og hann með það með sér. Og við erum þarna að horfa á öldurnar gjálra við steinana. Og hann kveikir útvarpinu, stillir á kannan og viti menn, þar er þessi hljómsveit. Man ekki hvaða lagi var, hvort það var Distant Sjá eða hvað það var. Ég man alltaf eftir því að þegar þetta andartak þá finn ég svona eitthvað í loftinu, mjög áþreifanlegt, og ég sagði, vá maður, þetta verður stórt. Þetta bítladæmi. Og síðan náttúrulega ég búin að vera ólæknir í bítla sjúklingur. Svo sem fyrir verð mig ekkert fyrir það, ég ennþá svolítið áhuga maður þá og verði líklega með ég lifi. En þarna var maður þess áskynja að eitthvað stórt væri í vandu og endum og það fyllti mig spenning, ég man alltaf eftir því. Og hversu stórt var þetta ekki í bítladæmið? Það tegði sig á allan heiminn. Það egnaðist hvert ungt hjarta í öllum heiminn. Heimurinn var undirlagður þessu æði. Gott eða vond, ég ekki að neitt að meta það. En fyrir mér var þetta gott. Ég veit ekki með aðra. En þetta var það sem ég sá og ég vissi þá að þetta er stórt, en hversu stórt var mér auðvitað ómögulegt að geta með neitt til en ég man alltaf eftir þessum bylgjum sem ég sá, en svona skynjaði mig sjálfu mér í loftinu bara umhverfis mig. Svo merki að þetta er rosalega stórt. Við vitum það að þeir fengu heiminn. Sem að réttur heimurinn á silfurfati, sem að margur stjórnmálamadurinn, einræðissegurinn reyndar, hefur viljað fá, en ekki fengið.
því hann fór ekki að þessu með sama hætti og Bítlarnir. Þeir spiluðu falleg lög og þeir eignuðust heiminn þannig, en báðu aldrei hann og skiluðu honum aftur vegna þess hversu íþyngjandi málið var orðið. Ég spyr, hver þarf heiminn? Af hverju vilja menn fá heiminn? Hann er fyrir einstaklingana í heiminum, ekki einhvern einn sem á þetta bara. En þeir fengu þetta. Og það er nú mjög merkilegt að þetta skyldi hafa gerst og allir sem að þekkja til málsins, sem ég veit að eru margir, þeir viðurkenna þetta var það sem gerðist. Og ég spyr, gott eða vont? Já, ég svara því ekki neitt. En þetta gerðist. En þeir eru ekki Jesús. En þeir höfðu áhrif. Og hafa enn áhrif. Og ég hef mjög gaman að þeim ennþá og er ofta pæli í þeim. Mér er alveg sama hvað þú segir það. Ég er ekkert að fara það hannig. Les og bið, betra. Ég les og bið. Albyggilega jafn mikið og þú. En ég samt er líka þar. Og ég ætla að má það alveg og skammast mín ekkert til það. Akkur ég. Það voru verið að skamma sig fyrir það að hafa gaman að einhverju sem að ég hef gaman að mörgu, til að mynda þessu. Þú mátt alveg hafa gaman að einhverju. Ég elska orð Guðs. Ég hef rosalega gaman að orði Guðs. En ég hef rosalega gaman líka að mörgu öðru. Þannig bara er það. Akkur ég. Þetta sé nú bara ekki vegna þess að ég er manneskja. Ég reikna með því. Ekki flækja málin fyrir okkur. Ekki steypa menn alla í sama mót, því að það er enginn eins og þú og þakkaðu fyrir það bara. Og ég ætla að gera það að ég er bara eitt eintak af manni, hvorki betra að vera en aðri menn. En ég elska Jesús. Og það skaltu líka gera. En við segjum þetta gott og við höldum þessu góða verki Drottins áfram í Jesú nafni.